Ángríns, sennilega það rómantískasta sem að ég hef séð. Þau fundu hvort annað. Aksjóna! Já, komið þið sæl og blessið hér. Þessar aksjónur sem eru búin að vera í gangi núna gerðist náttúrulega fyrir bara ári og öld síðan. Síðan þá erum við búin að taka samt upp alveg heilan haug. Check out the beast in my fucker. Meðal annars breyttum við íbúðunars Þorsteins í stúdíó, tókum upp auglýsingu. Skemmtilegt. Já, kíkjum þangað. Hörðu! Já. Ertu bak við tjaldið? Hérna sjáum við nú hvað er að gerast á bak við tjöldin. Ég var að taka límband af gólfinu. Þetta var sem sagt límband sem að merkti svolítið það svæði þar sem að talentin okkar fengu að standa. Við vorum nefnilega að taka upp hérna smá auglýsingu með auglýsingastofu og gekk bara helviti vel. Við vorum með 5 leikara, stiltum upp hérna í smá svona sett. Ef við förum aðeins yfir settið þá sjáum við hérna er hljóðgræðin. Þarna ert þú leikarinn, ég er hérna að taka það upp. Hérna var varan, var hérna á borðinu. En hér er sem sagt tjald sem við græðum í gær. Þetta er heimasmíðað eins og flest sem við eigum. Þetta er sem sagt sko, við teipuðum hérna bambus á stól og síðan flögguðum við hérna bara einhverju tjaldi. Það heitir jarðvegsdúkur. Þetta eru sem sagt kastararnir. Got some light. Þetta er svona til að dempa ljósið. Þið sjáu það, lýsingin á herði er miklu betri svona heldur en ef að akryldúkurinn væri ekki hérna. Þá myndi bara glampa á hann. Það er nú alltaf hægt að matta aðeins með smá sminki sko. Svona 5%. 5-10% að matta þetta með sminkinu sko. Við erum bara svona vildum að sýna ykkur bak við tjöldin. Já, við fengum catering hingað sem sagt sko. Við fengum hérna pítsur frá XO. Caitlyn Jenner, hún sagði um catering. Við erum búin að ljúka tökum og erum bara að fara í verslunarmannahelgi. Verslunarmannahelgi. Þú væri geðvægt ef við ættum eitthvað verslunarmannahelgi að lag. Já, verðum við ekki bara að gera það? Búa það til og spilum það. Verslunarmannahelgi. Sprautakast í daginn velgi. Svo gott sko. Svo gott sko, já, gott Og lag. fyndið. Þetta er eitt af mínum uppáhaldsatriðum bara sem að ég hef séð. Mjög gott. Hann nú sagði frá því að segja að ég er búinn svolítið að vera hjálpa honum Þorsteini að halda líkama sínum í standi. Þökk þér, þá er ég búinn að spila eitthvað í sumar. Já. Ég hefði ekki spilað neitt ef að þú hefðir ekki hugsað svona mig, kallinn minn. Bara þakka þér fyrir. Kíkjum þangað. Góðan daginn hér! Það veit að það nú ekki allir, en hann Þorsteinn Jóhannsson, hann er með einhver krónísk meiðsli í öllum líkamanum. Það veit að það nú ekki margir heldur að ég er svona sjálfmenntaður engaþjálfari, eða engaþjálfari. Ég er sjálfmenntaður sjúkraþjálfari og það sem að ég er ofta að gera, það er að traðka á löppunum á Þorsteins þangað til þær komast í gott stand. Hérna sjáum við vinnu aðstöðuna mína. Nú ætla ég aðeins að fara að svona sýna ykkur frá þessu þegar ég er að traðka á honum. Þið fáið aðeins að skyggnast inn í líf mitt. I would hold you in my arms. I would take the pain away. Bara hvað þetta er von. Já, þar sjáum við það. Líf sjúkraþjálfarans er svo sannarlega ekki fyrir hvern sem er. Get ekki sagt að ég njóti þess alltaf að gera þetta En ég er alltaf góður eftir á. Já. En þú nýttu þess að sjá hvað ég er glaður eftir á. Það er nefnilega málið sko. Þetta er mjög gefandi hlutverk. Þannig að ef einhverjum vantar sjúkraþjálfara þá bara hafið samband við Hörð og bara, þú veist, hann tekur 5 skall tíma svart. Þetta var nú fyndið og gott atrið. Sæll og blessaður hvað þetta var gott. Svo gerðum við nú eitt annað líka. Það var svona eitthvað sem að mann hefur lengi langað til að gera en að fá tækifæri til þess að gera það í vinnunni er náttúrulega bara snill. Þið giskuðu rétt, við fórum Laugaveginn. Því miður var nú ekki mikið vloggefni frá þessu en þið kíkið á þetta. Hörður? Já. Stórt undir honum þessu. Já, stórt dekkin á þessu, helvíti. Það er nú stór slangan á honum þessum. Rísastór slanga á þessari bensíndælu hérna. Komið þið sæl. Vinna eitthvað með þessa birtu hérna, svolítið erfið. Við erum hérna, ég er bara réttar einn hérna núna. Hörður er á Náðhúsinu. Við vorum að taka upp á Holland í dag og erum ennþá þar. Við varum að gista í einhverjum skála í kvöld. Ég og Hörður þurfum að deila koju, sem er bara stemming.
Þegar kannski heyri lætin hérna í kringum mig. Það út af því að ég með kveikt á rafstöð. Hún hérna undir bílnum. Ég á hérna Ford Ecoliner. Keyrði hann hérna alveg sjálfur. Alveg bara hingað að náðhúsinu. Og hörður ákvað semst að skella sér á það meðan ég væri að hlaða græðunar. Þetta Honda rafstöð alveg hellings hérna vött og allt. Gengur fyrir bensíni. Hörður komin á náðhúsinu. Skotan á það, fínt að vera hér með galopið. Hvernig var á náðhúsinu? Náðhúsið var helviti gott sko. Herru, við erum hérna bara stattir í Ford Ecoline bifreið. Við höfum sem sagt ekki getað vloggað neitt í þessari Já, við höfum lítið vloggað í þessari ferð, en mikið höfum við nú tekið að myndefni. Ég þarf nú bara að gera eitt hörður og það er að setja á mig sólgleru. Ég sé ekkert út af þessari birtu. Við erum að skerpa á batteríunum fyrir morgundaginn og síðan erum við að fara að fá okkur eitthvað dýrindis pulsupasta sem að hann Danni, vinnur okkar, er að matreið. Við erum að labba Laugaveginn og taka myndefni þaðan. Vöknuðum klukkan 6 í morgun. Fórum síðan frá höfuðstöðum Arctic klukkan 7, áttum að fara klukkan 7, fórum klukkan 8. Já, allt út af Danna svaði yfir sig. En hérna, já, við fórum semst í Landmannalaugar, mynduðum þar, síðan fórum við á einhverja fullt af öðrum stöðum sem að ég veit ekkert hvað heita því ég er ekki góður í landafræði, en við erum allavega bara að labba Laugaveginn. Já, og taka upp. Og núna erum við hjá einhverju Álftavatni, heita það ekki Álftavatn? Jú, Álftavatn. Það er ekkert rafmagn, engin hiti, þannig að við þurfum að sofa naktir og hjúra okkur upp á hverju öðrum. Já, komið ykkur bara niður, yfir og út. Hérna byrjuðum við ferðina. Við erum búin að labba hérna helvíti langa leið. Gistum í Hvannagili. Stoppum í Emstrum í kjöttrúpu. Og duttum svo í Langadalinn. Það hefur aldeilis mikið vatn runnið til sjávar eins og þið sjáið, en við ætlum að halda áfram að gera eitthvað snill. Já, yfir út.